Já, hér fyrirliði Káringa Grétar Sigfinnur sem skorar bara í hverjum leik núna og vanur að skora í Evrópukeppninni. Thorsteinn Fink, við vorum að tala við hann áðan, hann var bara nokkur hrifinn af KR-liðinu og hundfúll með hvernig spilamennskan var. En þetta var rosalega öflugur leikur hjá okkur og við erum svolítið spesið það ekki að vera svona hálfpirraðir eftir 2 jafntefli mútið svona góðu liði? Jó, ég meina, við erum auðvitað pirraðir vegna þess að við missum þetta svona í lokin og líka það sem er pirrandi við þetta er að við erum að gera svona einstaklingsmistök og það sem að kosta mörkin sko, en því við erum að verjast vel öllum sóknum þeirra. Þráttur við séum náttúrulega aftarlega en það hlýtur að gefa auðvitað en það eru einstaklingsmistökin sem kostu okkur þessi 2 mörk og þetta er lið sem refsar. Hún nefnir svona einstaklingsmistök og náttúrulega sáu það allir sem að horfa á leikinn hverjir fá þannig. Nú ert orðinn fyrirliði liðsins og er það næsta verkefni að fara að taka þessa menn fyrir? Já, ég meina, ég tek sjálfa mig fyrir síðasta markið og vegna þess að ég ætti nú að reyndar að reyna að komast fram fyrir manni svona af því þeir kunnu þetta alveg og hélt mér þá bara. Ég svona tek sjálfa mig svolítið fyrir það en svo erum við bara að breyka í seinna fyrra markinu hjá þeim og missum hann á klaufalegan hátt og þá koma þeir náttúrulega einhverju 5-6 á okkur 3 eða 2 og þeir kunna alla leiðir til þess að koma sér fram hjá okkur 2 eða 3 og þannig að ég meina einstaklingsmistök ég að tala samt svona meira sko, við erum að ná að gera alltaf allan tíman að verjast en þessi svona litlu hlutir. Hvernig er það fyrir þig? Ég veit ekki til þess að þú hafi spilað á móti svona hærra skrifuðum framherja en Alexander Frey, spilaður á móti hún í 90 mínútur. Hvernig er að taka á svona manni? Mér fannst hann bara ekkert sérstaklega góður en það voru nú fleiri þarna sem voru mér fannst skemmtilegri og betri og erfiðir að taka við. En ég meina hann kann þetta alveg og það er alveg fínn á boltanum og svona en hann var bara pirraður allan leikinn og ég sagði nú í KR-útvarpinu áðan það sem hann sagði við mig því ég var að reyna að pirra hann aðeins og þá sagði hann spurði mig hvort ég ætti 3 milljónir evra inn á reikningnum mínum eins og hann. Þannig að hann var svolítið pirraður. En ef við kannski lítum svolítið líka á björtu hliðarnar, það náttúrulega það er frábært að ná 2 jafntefli við svona gott lið, sérstaklega með hvernig spilamennskan var hjá okkar liði. Það verður ekki bara gaman að fara út á 40.000 manna völl og spila við svona flott lið á þeirra heimavelli líka? Ég meina það sem skiptir öllum máli að við erum að gera leik úr seinni leiknum. Þannig að það verður stemning en eins og segi, það við fyrirfram hefði þetta verið örugglega frábær úrslit en eftir á erum við svolítið að naga okkur að það ekki allan ná 2-1. Akkurat, takk fyrir það Grétar, flott leikur. Hér er Logi Ólafsson þjálfari Káringa eftir hennan svakalega leik við Basel sem endaði með jafntefli 2-2. Logi, það er ekki svolítið blendan tilfinningar og hlýtur að vera ánægður með spilamennsku strákana en það er mjög svekkjandi að missa svona góða leiknir í 2-2 jafntefli. Já, það er það. Svona fyrirfram þá hefðum við kannski verið nokkuð sáttu við það að gera jafntefli við og skora 2 mörk á móti Basel en úr því sem komið var að við vorum komnir í 2-0 eftir einhver 8 mínútur að þá var náttúrulega ljóst að þeir myndu spýta í lófana og því að þetta er lið sem eins og við sáum sem heldur boltanum vel og þetta var svona eltingarleikur mikill á köflum en við hins vegar erum nú kannski höfundarnir á bak við þessi 2 mörk sem þeir skora og töpum boltanum illa í annað skiptið og náum ekki að koma okkur aftur fyrir en hins vegar að þá hefðu við kannski getað gert betur þegar við unnum boltan því þeir voru að sækja mörgum mönnum og þá voru ákveðnar opnarnir sem við vissum sem vorum að reyna að nýta okkur eins og kannski tóku eftir að við förum mikið þarna upp vinstri kantinn og því að bakverðin er að koma mikið upp og það er hola þar fyrir aftan og við hefðum hugsanlega getað gert betur í þeim efnum og það er svona það sem er svekkjandi en hins vegar held ég að við verðum að vera ánægðir með frammistöðu drengjanna þeir lögðu sig gríðarlega mikið fram og við erum í góðu líkamlega ástandi en það því verður ekki neita það er mikið álag á liðinu þessar mundir við erum að spila fullt af leikjum og það er leikur Verslunarmannahelgin sem hefur nú verið frídagur allra landsmanna ekki bara Verslunarmanna og menn ætla ekki að fórna henni fyrir tap þannig að við erum að fara í erfiðleika móti Val. Glenn Hoddle var nú frægur fyrir að segja það á einu sinni að liðið hans hafi byrjað allt og vel og svo klikkaði þetta nú en er þetta kannski eitthvað jafnvægi sem hendar okkur ekki eins vel í Evrópukeppninni að byrja svona rosalega vel og færa okkur síðan aftur á völlinn fyrir að reyna að vinna okkur smám saman inn í hann eins og í leikjunum móti Larissa? Já, ég veit ekki hvað skal segja. Við fögnum öllum mörkum sem koma, hvernig sem koma og það ætti náttúrulega að vera mjög gott að skora, að vera undan að skora og þannig að kæmi það rennir yfirleitt stoðum undir þau plön sem liðinu með eins og við að vita það að við þurfum að verjast vel og þá heldur það svona planin í gangi
En þetta var því miður að þá reyndist okkur þetta erfitt. Við vorum í miklum hlaupum og vorum að missa boltan allt og oft þegar við vorum að búin að vinna hann og þá gerist þetta. En ég held svona að við getum ekki sagt að það hefði verið Akkillesarhællinn að vera á undan að skora því. Það mjög betra. Svona eitt að lokum, þessi frábæra frammistaða hjá strákunum að slá út svona sterkt lið eins og Larissa og spila svona vel á móti svona heimsklassa lið eins og Basel. Er þetta eitthvað sem að skila sér síðan inn í deildina og þú finnur fyrir því að strákarnir séu að aukast í einhverju sjálfstrausti og bæta sig? Já, ég held að það sé alveg ljóst. Ég held að til dæmis leikurinn á móti Þrótti, ef við bara berum saman leikinn á móti Þrótti hérna heima og leikinn á móti Þrótti nú á dögunum, hvað var mikill munur á spilamennskunni, hvað menn höfðu miklu meira sjálfstraust með boltann og leta hann ganga betur og skapa fleiri færi og skora náttúrulega fullt af mörkum. Þannig að auðvitað færir þetta liðinu sjálfstraust og inn í deildina, það er ekki nokkuð vafi. Akkurat, takk fyrir það, Logi, flott leikur.